Í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig ég gerir stuttar umferðir og mér finnst þetta mjög góð leið því það kemur nánast ekkert gat. Það getur oft myndast gat þegar maður er að prjóna stuttar umferðir. Nú er ég bara komin að því það sem ég ætla að gera. Ég byrja á því að færa lykkjuna, fer beint inn í lykkjuna, sem sagt hérna með prjónoddinn og færa hana yfir á næsta prjón. Nú sný ég við og gatnið fer hérna bakvið. Ég tek lykkjuna núna og fer beint inn í hann aftur og svo prjóna ég bara hérna tilbaka. Nú kemur aftur næsta umferð og prjóna ég bara hérna 2 lykkjur og nú erum við komin að því það sem við ætlum að gera stuttu umferðina. Þið sjáu að bandið sem fór utan lykkjuna áðan, það liggur hérna. Þá takið það upp og farið beint inn í lykkjuna og prjónið hana saman. Ef að því ég er að prjóna hérna fram og tilbaka, þá liggur lykkjan svona. En ef ég var að prjóna í hring, þá lægi hún svona. Þá þarf að fara með prjónin hérna inn og hér inn í lykkjuna. Svona. Og svo held ég bara áfram að prjóna. Og þá sjáu þið að það kemur mjög lítið gat. Getur oft myndast alltaf mikið gat í prjóni þegar maður er að gera stuttar umferðir. Ég vona þetta hafi nýst einhverjum. Takk fyrir.